Næsta mælendaskrá Katrín Fjellstedt, gjör svo vel. Takk formaður. Varðandi fræðafrelsi þá tek ég undir orð Þórhildar Þorleifsdóttur og þetta sé orð sem að þyrfti endurskoða. Mér finnst ekki nægilega lýsandi og það er ekki hefð fyrir þessu orði en greinin sjálf að tryggja skuli með lögum frelsi vísinda, fræða, lista og menntunar hugnast mér mjög vel. Varðandi 8. greinina þá hnýt ég einnig orðið lífsskoðunarfélög. Mér finnst ekki fallegt orð og ég er ekki með orð í staðinn en legg til að þetta verði rætt nánar og lýst eftir nýju orði yfir þetta. Í grein þjóðkirkju þá er ég þeirra skoðunar að ekki eigi að kveða á þjóðkirkju í stjórnarskrá frekar en að þar sé tiltekinn Landspítalinn eða heilsugæslan. Trúfrelsi og frelsi fólks til að hafa ekki trú þarf að mínu mati að leggja á jöfnu og fullt af fólki er utan allra trúfélaga en getur trúað samt. Það er þeirra einkamál og þeir eru að standa til jafns við aðra og hafa sama rétt. Ég skil hins vegar áhyggjur fólks af því að þessi hugmyndafræði að fjarlægja þjóðkirkjuna úr bókstaf stjórnarskrárinnar geti haft áhrif en ég fullyrði að það að hrófla ekki við þessu mun sömuleiðis að hafa áhrif. Það er vaxandi fjöldi í þjóðfélaginu utan þjóðkirkjunar og ég tel tímaskekkju að vera með þjóðkirkju inn í stjórnarskrá. Með því að taka það út væri ég ekki að taka persónulega eða efnislega afstöðu til stöðu kirkjunar. Þeirri skipan má áfram viðhalda með lögum. Þannig að ég spái því að hvað sem við gerum þá verði þetta ákvæði hitamál í þjóðfélaginu. Við erum ekki með þetta sérstaklega á okkar verkefnaskrá. En af því að þetta ristir mjög djúpt í þjóðarsálinni og af því að ég vil gera öllum jafnt undir höfði, þá þykir mér eðlilegt að þetta ákvæði falli brott. Svo ég styð valkost 2 í grein 9. Takk. Ómar Ragnarsson, gjör svo vel.